Ég er bara að kveikja. Jæja, kæru Keflvíkingar, kæru Akureyringar, þetta er byrjað. Ég heiti Konráð Ólafur Eysteinsson og ég hef ekki getað beðið eftir að vera með ykkur í dag. Keflvíkingar gegn Þór. Og ég ætla að lefa vallaþulum að sjá að tilkynna liðið þar sem ég er ekki með réttu orðaforðan í það. Svo já. Við erum velkomin á leik í kappinu Karla Keflavík á móti Þór. Við skulum byrja á lið keppanna. Númer 1, Aron Birgir Stefánsson. Númer 3, Aron Eiríkur Sævarsson. Númer 6, Ármann Birgir Ævarsson. Númer 7, Orri Sigurðsson. Númer 8, Jónas Bergmann Sigurbergsson. Númer 9, Jóhann Ingi Hannesson. Númer 10, Sveinn Elías Jónsson. Númer 19, Sigurður Magnús Kristjánsson. Númer 23, Tino Gavrik. Númer 24, Alvaro Galea. Númer 30, Bjartur og Rauðarsson. Varamenn Þór eru Auðun Ingi Valtýsson, Tómas Örn Arnarsson, Ágúst Þór Brynjarsson, Jakob Snær Arnarsson, Almundur Ívar Bjarnarsson, Ríkvan Morten, Ignetti og Kjörður. Þjálfari leiksins Greg Ólafur Ríkert og Kristján Sigurðsson. Þá fyrir við lið Keflavíkur. Númer 1, Haukur Kristinn Ólafsson. Númer 2, Anton Freyr Hauks Guðlaugsson. Númer 6, Adolf Seko. Númer 7, Davíð Snær Jóhannsson. Númer 11, Adam Ægir Pálsson. Númer 13, Magnús Þór Magnússon. Númer 14, Dagur Ingi Valsson. Númer 15, Þorri Már Þórisson. Númer 16, Steingrímur Þór Guðmundsson. Númer 24, Rúnar Þór Sigurgeirsson. Númer 25, Frans Evans. Varamenn í Keflavíkur er Þröstur Ingi Smárason, Eyþór Atli Aðalsteinsson, Einar Örn Andrésson, Ingimundur Aron Guðnason, Ektor Nato Karros og Jóhann Þór Arnarsson og Tómas Óskarsson. Þjálfari Keflavíkur er Eithor Ingi Hauksson, Ómar Jóhannsson og Míra Jankovic. Dómarar dagsins er Helgi Brynjar Jónasson, Smári Stefánsson og Elvar Smárason. Við skulum bera virðingu fyrir öllum þátttökum leiksins. Jæja, Þórsar að byrja að sækja áttina Blue höllinni sem Keflvíkingar vilja kalla þetta. En ég kýs að kalla þetta bara sláturhúsið. En ég vil byrja í byrjun leiks að koma fram ég kann ekki svona orða að tala, ég finnst afsökunar. Framfæri þökkum til foreldra Eysteinshúna á Egilsstöðum
sem hefa gefið mér gott hrós og okkur sem sjáum Keflavík TV. Svo já, við þökkum bara kærlega fyrir falleg orð. Og Þórsar að byrja með boltan. Þeir eru í hvítrauðir, eða hvítum bólum og rauðum sukkursum. Og þeir Þórsar að reyna komast aðeins upp en komast ekki lengra það en Ísak Óli nú farin út og óskum honum góðs gengis. Hann skoraði kveðleiknum sínum á móti Þrótti í síðasta helgi í 3-1 sigri. Yes, og Anton Freyr Hauks Gunnlaugsson tekur við hans sæti og þá koma Þórsarar og þeir komið bara strax í færi og þeir henda sig fyrir þetta Keflvíkingar og þeir fá hornspyrnu. En dómar þessu leik engin annar en Helgi Mikael Jónasson. Hann hefur verið að dæma mikið Pepsi-deildinni undanfarið og Þórsar að fá fyrsta hornspyrnu leiksins. Hvað ætlar að gera úr þessu? Og hún kemur lág fyrir en Keflvíkingar hreinsa og setja hana í innkast og þjálfari Þórs Greg Rætir. Hann hefur nú þjálfað Þrótt með góðum árangri og komið með þessa upp en það sem kemur upp við setjum niður, það er bara því miður og þeir eru með skot og beint á Sindra sem grípur þetta örugglega og nú virðist brotið á honum og Helgi Mikael lætur hann að vita að þetta er bara ekki í reglum fótboltans að það megi hjóla í markverði en það hjólar ekki svo glatt í hennar Sindra og Sindri fær boltan aftur og svo fær Anton boltan. Rúnar kemur, býður sig en hann nýtar hann ekki og þessi bolti fer bara aftur fyrir endalínu og beint í, ekki endalínu, fyrir aftan miðju og Þórsar að ná boltanum þar. Þórsar að koma, þeir stefna hraðberi upp í Pepsi-deildina og mega því ekki mistið sem þessum leik og Þórsar að koma í fyrirgjöfina en hún er bara út af og hotspinna sem Þórsar að eiga, þeir styrktu liðs þannig að þeir gætu eiga sens að komast upp og því ber helst að nefna að þeir fengu Jóhann Helga aftur heim og Alvaro Montejo sem skoraði nokkuð mörk fyrir Fylki ef ég man rétt. En þá koma Þórsarar. Hotspinnan kemur á teiginn og skalli að marki og þeir bjarga línu. Keflvíkingar ná að hreinsa sig í burtu og þá koma Keflvíkingar. Freistast að sækja það fyrir leikur þess að liða enda 0-0 eftir að Keflavík stóð af sér allar árásir Þórsara og Keflvíkingar verða að reyna að fá okkur úr þessum leik ef þeir vilja enda í einhverjum af þessum sætum sem þeir eru vofaða. Keflvíkingar hafa heilt yfir spila ágætlega í sumar, hefðu mátt vinna fleiri heimaleiki en það kemur bara. Þá kom Keflvíkingar og þeir komu með boltan. Adolf, hvað ætlar hann að gera? Hann lætur bara vaða og skotið er framhjá markinu. Þetta ógnaði ekki mikið markverðinum þeirra en fyrsta færi Keflavíkur komið og Aron Birkir Stefánsson þurfti ekkert að hafa ágjörð á þessu skotið en hvað gerist núna? Hann kemur með hornspyrnu, útsparkið sitt. Þórsarar hefja þá svo og sendingin kemur upp kantinn og þeir reyna að búa til smá glufu til að sækja í og þá koma Þórsar að halda áfram. Þeir hafa verið að spila mjög vel en þeir eru svona eins og Ólafsvík. Ef þeir spila vel þá eru þeir frábærir en stundum þetta er í það að spila fótbolta bara eins og þeir hafa aldrei gert það áður. Og Sindri Kristinn bara markspyrnu. En ég vil líka taka það fram að eftir rúman hálftíma að byrja leikur Liverpool á Burnley sem öllum er drullu samum. Svo ég mæli frekar með því að stillið yfir á Keflavík TV og horfa á þetta frekar. Miklu fallara sjósamni og skemmtilegri lið. Því að Liverpool er ekki neitt sérstaklega skemmtilegt lið. United gerir jafntefli á hátíðinni áðan og
Tja, veldi mér hugarangur þar sem já, ég sef ekkert alltaf vel undan gengi minna manna. En Chelsea náði okkur skýta jafntefli á móti Sheffield United á svo ég ætti að geta sofið vel í nótt. Og þá koma Þórsarar en sendingi þeirra ekki nóg góð og fer aftur fyrir endan. Og Keflvíkingar með markspyrnuna hérna. Og Þórsarar vinna boltan og bruna fram og við sýnist þetta að vera leikmann númer 9, hann Jóhann Helgi sem með hjálm. Hann nú ekkert mikið fyrir það að fara að grenja þótt að sjá á eitthvað smá á honum. Maður hefur nú séð marga leiki með Jóhanni og hann ekkert mikið fyrir það að henda sig í jörðina á staðlausu. En það grjótharður, eitthvað akureyrískt gerir ráð fyrir. Og Þórsarar með innkast á varnarhelmingi Keflavíkur og þeir eru enn aftur að gera sér líklega og þá kemur innkastið og Keflvíkingar vinna hennar bolti í loftinu eða Frans. Jóhann vinnur seinni boltan og árás á allt og það einhver ástæða fyrir að hann með hann hjálm. Hann gersamlega fer í allt sem hann sér. Ég vona að fara ekki í allt en hann nú brot og Helgi Mikael dæmir og að gera alla Keflvíkinga í stúkunni brjála. Það ekki góða fréttir fyrir Helga þar að segja. Og hann spreyjar fróðunu á grasið og þar sem varnarvöggurinn á að vera. Helgi ekkert mikið fyrir að líða neitt kjafta og þá kemur aukaspyrnan. Hún inn á teiginn. Hár bolti en Helgi dæmir eitthvað. Jú, hann dæmir á eitthvað inn í teignum og ég treysti því bara að þetta sé rétt hjá honum. Það var eitthvað að tala um það í fréttunum núna í vikunni að íslensk deildin ætti að taka upp VAR. Já, einu sinni VAR, já, það virðist vera einhver baktería sem sumt fólk á móti og sumt fólk með en ég ætla að fá að vera á móti þar sem þetta virðist ekkert vera að virka, sérstaklega í enska boltanum. Þá koma Þórsarar. Jóhann Helgi með skot en beint á Sindakristin sem hefur ekki þurft að taka neitt á hann stóru sinnum núna síðust byrjun þessa leiks og ég verð að hrósa bæði liðum fyrir flotta markmannsmúninga. Neanguli búningurinn Sindra vekur alltaf eitthvað lukku hjá mér og þessi græni markmannsbúningur í Þórsara. Ég er veikur fyrir markmannum í græni. Ekki sinni frá. Sitja fyrir boltan, kemur á Anton Freyr og hann kemur boltanum á Rúnar Þór sem reynir að stinga honum á. Nei, þá kemur Davíð Snær, hvað ætlar hann að gera? Pappas elskar að skora á móti sinni, það gerir hann með skotið og það fer í varnarmann og hann steinlá eftir þetta skot. Davíð Snær með hörku skot og hann er í fínu lagi og sjúkur þannig að það bara snúa tilbaka en mér sýnist hann þurfa að kíkja út af og láta athuga með sig. Þegar þetta fór í hausinn á honum þá það náttúrulega bara háalvarlegt mál. Það verið að taka höfuðhöggum fastari tökum og það bara gott mál þar sem en hann verið sér í góðu lagi kallinn. Hann Greg var vinsæll á spilunum að fara í vesti þar sem þjálfarinn mega víst ekki vera í eins að litin. Eins og það skiptir ykkur máli en ég sé ekki þessar reglur. Og þá koma Þórsarar. En þeir missa boltan og þá kemur Magnús Þór fyrirliði Keflavíkur. En
Aron Birkir greip þetta nokkuð örugglega og Anton nær að flikka boltanum með nakkanum. Hvað gerist núna? Hvað koma Keflvíkingar? Davíð Snær með háa bolta á Adolf en þetta var bjargað af vörn Þórsara. Þá koma Þórsarar. Hann rennur á. Þá kemur við sendinguna fyrir markið og þetta er bara ekki, þetta fer í Keflvíking og Keflvíkingar hreinsa. Þá koma Þórsarar aftur. Og ákveðum við sendingin og hann nær boltanum. Jú. Hvað ætlar hann að gera? Hann fer á Rúnar. Rúnar gefur honum ekki neitt fyrir að boltan og hann tapar boltanum. En þeir ná honum aftur og Frans Vélin kemur og étur hann lifandi. Þá kom Keflvíkingar. Sendingin ekki góð en endar á Þórsara. Þórsara koma þá í sókn aftur og sendingin og þeir ná að róa leikinn sér niður og byggja bara upp sókn. Sendingin kemur en hún er í örgum höndum Sindra og Jóhann Helgi gefur honum smá klapp á kollinn. Góður strákur, gæti að vera að segja en ég ætla að fá að efast. Hvað gerir Adam Ægir? Hvað ætlar hann að gera? Hann nær boltanum og þá bara sendir það fyrir markið og þar var enginn og sendingin fyrir bara aftur fyrir hliðarlínu og Þórsara að fá innkast. Þórsarar taka innkastið og það er komið í leik en Frans Vélin stöðvar þetta. Frans geti stöðvað fellibilið ef hann myndi langa til þess. Það gerir Adam Ægir með skot og það fer yfir markið. Ekkert galið tilraun og Keflvíkingar ætla að gera allt til þess að vinna þennan leik. Enda mínir menn láta ekki vaða yfir svo heimavelli. Enda fallegt að vera hérna á nettavellinum Keflavík. Þú sér Fjölbrautaskólann, þú sér stóru blokkina, íþróttahúsið í Keflavík og Greg er ekkert eitthvað allt og sáttur með Helga Mikael. Enda held ég að fáir þjálfarar í Pepsi-deildinni hafi verið eitthvað sérstaklega sáttur með hann. Sindri Kristinn, hann kemur honum á Anton Frey og Keflvíkingar og Adolf nær boltanum og sendir hann aftur á Magnús sem kemur honum á Sindra og Keflvíkingar. Sindri er bara rólegur og er ekkert að stressa sig mikið á þessu. Davíð Snær, flott í taktir á drengnum. Adam Ægir, sendingin ekki nógu góð en samt náðu þeir að koma og þá kemur Sindri Þór og reynir náðu þeir að trufla Þórsarann í sendingunni og Keflvíkingar ná boltanum aftur og þeir var nú að byggja upp. Og sendingin kemur og Keflvíkingar koma. Hvað gerir Sindri Þór? Hann sendir inn á teiginn og Keflvíkingar ná boltanum. Nei! Þórsarar að koma sér fyrir þetta. Og vel gert hjá Frans. Hvað gerir Frans? Sendir hann á kantinn. Adolf kemur. Sendinguna með jörðinni en Frans nær boltanum aftur. Frans er allt í öllu hérna. Og Adam Ægir, hvað ætlar hann að gera núna með skotið? Og hann verð þetta og Þórsarar komið sér í hornspyrnu. Frábær sókn hjá Keflavík og boltinn gengur vel og Þórsarar komið sér horn. Flott markvarsla frá Aroni. Og kemur Dagur Ingi með hornspyrnuna. Og Keflvíkingar gera árás og hvað gerist núna? Hornspyrna kemur á teiginn en Þórsarar skall þetta frá. Og Sindri kemur boltan aftan á völlinn inn á teig en það er bara Þórsarar þar og þetta er endur sandinn. Það koma Þórsarar. Þeir eru 3-3
en fleiri fylgja með og hann kemur sendingin og hún bara fer en og hann með skotið og fer langt yfir markið. Þarna mátti ekki miklu muna. Þeir verða að passa sig í þessum hröðum upplutum Þórsara að láta það ekki koma svona hratt á sig því að þeir eru ógnasterkir í förstu leikadru eða í hröðum sóknum. Og Sindri með útsparkið og Adolf reynir að búið til pláss en má ekki við miklu þar sem hann ekki hávaxinn og allt aftur gefur boltan að Adam Ægir. Hvað gerir Adam Ægir? Hann lætur að fara! Keflavík! Nei, hann fer! Og Adam skota, hann fer í varnarmann! Vá, hann mátti ekki miklu muna! Aron Birgir er í fanta formela fyrstu mínúturnar og þá koma Keflvíkingar aftur. Það fengið 2 hættuleg færi. Jesús almáttugur. Keflvíkingar hafa verið að spila bara virkilega vel en að og verið bara að útfæra sóknina sína virkilega vel á móti þessu liði Þórs. Og ef Þór fer upp og K.A. heldur sig uppi þá verður Akureyrar slagur í Pepsi á Rossari. Kæru áhorfendur, ekki missa því ef það verður. Og Keflvíkingar að boltasamverðandi Sindri hafa boltan. Hann tekur innkast á vallarhelmingi Þórs og Adolf fær boltan, Sindri fær hann aftur, tekur snögga hreyfingu og sendingin á teiginn en þegar hún fer beint í fangið á Aroni sem virðist bara verið í hörku formi henni í markinu. Hún taka 2 mjög erfiða bolta og Sindri kemur sér bara í innkast. Flott hjá Sindra, sweeper keeper. Fættist með sóp í höndunum. Sópar sér frá. Eða með löppaðum þetta sagt. Og þá fór Þórsara með innkastið sitt. Það kemur inn í teiginn. Og Keflvíkingar bara koma þessu frá og Þórsarar fá annað innkast. Og Þórsarar halda áfram sókninni sinni. Og þá kemur sendingin á teiginn og Þórsarar Keflvíkingar komið sér frá og komið sér þá lengra frá og þá kemur hann með sendinguna. Hvað gerist núna? Hann fellur og þeir vilja fá aukaspyrnu en Helgi vill ekki dæma enda Helgi að það sé rétt ákvörðun hjá Helga að dæma ekki á þetta þar sem hann bara hrasaði og þá koma hann er vond og hann með sendinguna með skotinu eins og Sindri Kristi verð þetta báðir markmennir í algjöru formi hérna og koma Keflvíkingar, Sindri Þór, hvað er hann að gera? Hann alveg að brotið á honum og hann er aukaspyrna dæmd. Hann hafði enga aðra kosta en að brjóta. Og Greg lætur aðstæðarþjálfarinn vita hvað honum finnst þetta mál. Það er ekkert eftir á svona Englandi. Því þeir ekkert að fá enska dómarana en að þeir eru Íslandsins damanleiki en hvað það? Aukaspyrna sem Keflavík á. Það er eitthvað trommursláttur í Keflavíkursögunni. Það er gott að hafa puttan á púlsinum og hveita saman til sigurs. En Akureyringar eru búin að vera á fínu skriði hérna. Kannski aðeins vandaði betur. Og þá kemur aukaspyrna Keflavíkur. En Grindavík K.A. í Pepsi-deildinni, þeir eru að mætast núna. Það er fallbaráttu slagur og Magni er að keppa við Gróttu á Magnavelli og þar er staðan 0-2 fyrir Gróttu. Þeir stefna upp og Aftureldingar og Njarðvík spiluðu fyrir dag og þar enduðu leikar 2-2. Ekki góð úrslit fyrir Njarðvík sem vill endilega komast upp.
halda sæti sinu. Og þannig að kemur skot yfir markið og en það sé bara staðan leikjunum bara svo sama við talaði áðan og enda held ég að magni á heimavelli fyrir Gróttu ætti að vera þar sem Gróttu nýlið en það virðist vera að þeir vilja vera nýliðar áfram með jafnsteild enda Óskar Hrafn að gera fína hluti þar en þá koma Keflvíkingar. Þeir hafa bara verið sprækir inn á fyrstu mínúturnar. Fyrstu 20 mínúturnar og Adam með skotið en hann hefur dæmdur rangstæður. Leikmenn tala vel inn á vellinum og að hjálpa af stað. Og þá kemur útsparkið frá Þórsmarkinu og Þórsarar dæmt inn á Adolf, hann virðist halda en hvað sé ég? Ekki Guðmundur Sigurðsson mættur aftur með myndavélina á Vopnavöllin? Þvílíkur toppmaður sem sá maður er. Hann kominn heim frá eftir góða sólarlandaferð, sólbrúnn og flottur. Og Keflvíkingar það virðist nú vera brot á Þórsarunum en Helgi Mikael ekkert að dæma það. Og þá kemur Frans, hvað ætlar hann að gera? Og Keflvíkingar spila sig út úr þessari pressu Akureyringa. Það nú virðist vera brotið og Helgi sammála því og gult spjald. Bara hárréttur dómur að algjör óþarfa að eiga þetta brot á þessum stað á vellinum. En hann virðist vera í lagi, þannig að það er bara áfram gakk. Fyrir þá sem veit ekki þá er Guðmundur faðir hans Sindra Þórs Guðmundssonar. Kemur á óvart að hann sé Guðmundsson þar sem Gummi pappans. Þá kom Keflvíkingar. Nei, Þórsar að vinna boltan. Og Anton vinnur heimilina svona vel og fær smá vinnaran olnboga í staðinn. En hann hitti nú ekki þar sem annars held ég að dómarinn hefði nú og hann tekur á innkastið og alltaf miðar að Jóhann Helga. En Jóhann Helgi er einn af fáum hörðustum fótboltamönnum sem ég veit um. Það er bara Tryggvi Guðmundsson sem kemur sendingin en hún er ekki nógu góð hjá Adam Ægi en Þórsarar ná boltanum en það verður bara að hafa það. Þá kom Keflvíkingar. Ákveðinn dag er bara mjög gott við knattspyrnu en í Keflavík það er rólegur vindur og þungbúið með sem var rigningu. Alltaf gott að spila fótbolta í smá bleytu þar sem grasið er langt best smá blautt og Þórsarar reyna að taka yfir hraðan í þessum leik en Keflvíkingar hafa hingað til stýrt honum með öflugum hröðu skítisóknum. Þá kom Keflvíkingar og þeir Þórsarar koma boltanum inn kasta við miðlínu og Keflvíkingar komast í færin aftur en vond sending og Þórsarar stela honum, koma sér í skotfæri og skotið í varnarmann og út og aftur fyrir
og það hornspinna að sem Þórsar að fá. Það hefur verið mjög góður leikur bara fyrir augað að sjá. Sem bæði liðir að spila, já, bara mjög fínan fótbolta. Og ekki hornspinnan. Og hún inn í teginn og Þórsar að ná boltanum. Og það tekur hann að kassa. Hvað gerir hann núna með skot og beint á Sindra sem grípur þetta örugglega. Þá koma Keflvíkingar. Sendingin á Adolf en hún var alltof framalega fyrir Adolf og Þórsar að ná boltanum og koma honum í innkast. Og Sindri Kristi fær boltan. Og þá koma Þórsarar vinna boltan en það var bara Jóhann Helgi sem getur sós og hann fær boltan en Anton Freyr truflar hann og boltinn komin út af. En staðan óbreytt í hinu leikjunum. Keflvíkingar með skotið fram á við og Adam Ægir að hrynur í jörðina og þá koma Keflvíkingar. Og Rúnar saltar inn í loftinu, Elías Fyrirlið Þórs. Það er að vera hérna síðan ég var bara auðvitað barn í vöggu í þessu liði. Og Þórsar að koma. Hvað er það að gera núna? Og Þórsar að koma það við boltan og hann kemur boltinn inn á hættusvæðið en sendingin frá Alvejó alls ekki góð. Það kemur Adam Ægir, hvað er hann að gera? Með sendinguna Adolf á Daginga sem kemur í veg fyrir þetta að fara í útfyrir en hann nærði ekki þar sem bolti fyrir á honum útfyrir. En Gunnólfur Björgvin hann meiddi sig öðruflokksleik eftir leikinn á móti Víking og sendum við honum okkar bestu kveður. Hann sleit krossböndfellinn og það þýðir hennar 9 mánuðir. Það þýðir ár í burtu. 9 mánuðir og Gunnólfur verður kominn þá tilbaka næsta sumar. Grjótharður. Hann kemur sendingin á Davíð Snæ, hvað er hann að gera núna? Og hann kemur á endamörkum og hornspinna sem Keflavík á. En Þórsar að vilja meina að Davíð hafi fengið sett boltan út á en þá koma Keflvíkingar og Þórsar að fylla teginn og einn fram á við eða fá hraða sendingur. Og Gummi ljósmyndir hleypur yfir hinum megin til að taka myndir. Þannig í hörku formi kallinn. Og kemur hornspinnan inn á teginn og skotið á markið! Nei, hann fer og Frans fer skotið og það í hornspinna hinum megin. Ég dúta
Mamma mía! Og Gummi, hann grípur þetta svo tæft. Jesús, almáttugur. Keflvíkingar bara miklu hættulegri á markið. Hornsmenn kemur og skallir! Þeir hreinsa aftur í hornsmennu. Shit. Og einhver liggur í teignum. Greggun og farin úr hérna vestinu sínu og þarna sýnist mér nú Keflvíkingar, hornspyrna má fara að koma og Rúnar með hornspyrnuna og þeir skalla frá og Akureyringar koma þá í hraðasókn. Keflvíkingar vinna boltann og hann snýst í nokkra hringi en Keflvíkingar halda honum og þá fær Rúnar boltann. Hvað ætlar Rúnar að gera? Hann með sendingunni á teiginn. Þeir skalla frá. Og Sindri, hvað ætlar hann að gera? Sendingunni á Keflvíkingar og gefur Frans. Galdar eitthvað fram. Með sendingunni á Adam. Og hann fer í skot en varnarmenn Þórs eru bara fyrir. Og sendingin kemur en þetta bara engin Keflvíkingur á Þórsarar á boltanum en Adolf pressar og boltinn út af og Þórsar fá innkast. Þannig að þessi sóknir út í sandinn og Keflvíkingar koma og þeir eru bara talsvert grimmari en gestinni frá Akureyri. Davíð með sendingun, hún ekki og Keflvíkingar miklu grimmari aðilinn núna en þeir heimta hendi en hendi var uppi líkamann og frábær tæklingar fyrst frá Antoni og Frans. Keflvíkingar miklu bara fastari og Þórsar bara raun og verið heppnað sem staðan 0-0. En þá koma Keflvíkingar aftur. Það tæpar 10 mínútur til leiksins. En Helgi stoppar eitthvað. Hann vill að Rúnar fari aðeins aftar. Leikmenn eiga sem til að stela metri með innkasti og dómarinn reyna að stoppa það eitthvað mikið. Hvað gerist núna? Dagur Ingi, Þorri minna ég. Og það virðist vera ítt eitthvað og það er bara dæmt á það. Óþarf að láta eitthvað svona fara að vera íta og hrinda eitthvað. Það hefur nú ekkert upp að sína með einhverja aukaspyrnur og spjöld ef að dómarinn veitir það svo. En Þórsar að reyna að keyra í plaðan aftur. En að koma ágæti spilkapur frá hann. Kemur Jóhann. Hann með skotið og þetta er bara rétt fremur markinu. Fín sókn frá Þrótti. Nei, Þór Akureyri, minna ég. Ég bið alla Akureyri afsökunar þessu. Góður spilkapur frá Akureyringum og skotið bara rétt framhjá og þá kemur bolt við frá Sindra fyrir beint að nafna hans Þór og þá kemur Frans. Frans hefur verið í Keflavík alveg frá 2010. Hann kom frá Njarðvík og hefur spilað með Keflavík í Pepsi, fallið með þeim, farið upp í Pepsi og fallið aftur með þeim. En hvað það? Áfram á leiknum og Keflvíkingar koma. En Þórsar að vinna boltan.
Þetta hefur verið bara svona stál í stál og Keflvíkingar hafa verið að fá færin en þannig kemur sendingin og hún bara arfaslök og Sindri Kristinn getur bara stillt upp í útspark. Og hann kemur útsparkið og Frans fer upp í skattaboltan, nær að vinna það en Sindri með skot í Akureyri og Sindri Kristinn nær að halda honum út af. Og þá kemur sendingin og Adolf vinnur boltan og Þorri kemur. Hann nú lánsmaður frá KA. Hann ætti nú ekki að leiðast að vinna þennan leik. Og hann hafði bolti bara aftur fyrir og Þórsarar eiga hornspyrnu. Þá kemur sendingin inn á tegin og skalli frá og Keflvíkingar það bara önnur hornspyrna. Þá kemur hornspyrnan skalli en það bara svo er hann á boltanum og þetta bara markspyrna. Og markspyrnan er komin og nú brot á Keflvíkingum og Helgi fær að heyra það. Þórsararnir voru ekki ánægðir með þetta. Þá koma Keflvíkingar. Adam Ægir. Það fellur hann en ekkert á þetta. Þórsarar en Magnús reynir að bomba boltanum. Boltinn er inná, hann fer ekki út af eins og Magnús ætlaði sér. Og Sveinn reynir að halda boltanum inná og halda áfram en Keflvíkingar ná boltanum. Og þá kemur Dagur Ingi og þá kemur Rúnar með sendingunum á tegin en þeir skalla frá og Rúnar en Þórsarar koma sér fyrir þetta og Keflvíkingar komast aftur fyrir þetta en þá er brotið á Sveini bara rétt hjá dómaranum og þá koma Akureyringar að renna hann á vellinum í bleytunni en þeir aðeins reyna að stjúka við þeim en og sendingin inn á tegin en Anton bara þruma þessu frá og Þórsarar alveg hvað er hann að gera og þeir koma hann í skotfæri en Sindri Kristinn grípur þetta bara það er dæmt
Ég ekki viss á hvað hann dæma. Það veitum ekki alveg á hvað hann að dæma, ég hef ekki hugmynd. Það er bara svo Helgi Mikael elski að fólk hata hann. En aðstoðardómarinn mín megin segir Ómar bara sest hann, sittast niður. En Ómar ekkert mikið með að hlýða fólki. Og ég segir hann bara basically að þegja. Svo já. En ég sá ekki alveg á hvað var að dæma en Helgi Mikael hefði allavega gert fólk mjög reitt á vellinum. Og Ómar var virkilega reiður svo að Helga tókst ætlaverk sitt ef að það var annað planið hjá honum. Og hann gefur fínt dansspor sem Keflvíkingar nota en tapa boltanum samt. Og þá ligga Þórsarar og aftur verður allt brjálað. Frans lætur mann heyra það. Ekki líkt Frans. Og það var til þess að Milan Stefán Janković aðstæðar á Keflavíkur stóð líku. Helgi Mikael alltaf með puttar á púlsinum. Það ekki alveg að skilja þessa línu hjá dóms. Keflvíkingar koma, Þórsarar minni en Keflvíkingar vinna boltan. Og þá kemur Rúnar búinn að labba fram í mönnum. Og Þorri reynir að komast eitthvað áleiðis en það gengur ekkert sérstaklega en Keflvíkingar Þórsarar hreinsu svo á Keflvíkingar koma sakna aftur. Sindri labba bara næst í alla leið en dómari dæmir eitthvað á Þórsara og uppsker rosalegt kaldhæðnisklapp. Keflvíkingar hérna. Þá koma Þórsarar í hraða en Magnús bara hleypir engu að. Þá koma Þórsarar með aukaspyrnu. Sendingin inn á teiginn og þetta bara beint í fangja Sindra sem missir boltan og Keflvíkingar komið svo frá. Magnús fyrir að fengi eitthvað högg og Jónas það er aðtökk hvort það sé ekki í lagi með hann. En það nú málið þannig að
Hansen að vinna boltan og Þórsar að vinna hann aftur og Frans ætlar hann að vinna boltan aftur og það virkar ekkert en Keflvíkingar ná hann núna og þá koma Keflvíkingar. Og þá kemur Sindri hleypur til boltanum. Hann nær honum ekki en Þórsar kom boltanum bara í innkast og þá getur Rúnar tekið innkastið og sendingin inn á teiginn og Þórsarar hreinsir þetta frá og þá fer Helgi Mikael og flautar bara til hálfleiks og það komið hálfleikur og þá bara fá sér kaffibolla og gera það sem maður þarf að gera í þessar 50 mínútur. Sjáumst í seinni hálfleik.
Núna? Nei, mækinn í gangi? Já. Halló? Jæja, seinni hálfleikurinn er að fara að hefjast. Leikmenn eru svona í það mynd að fara að labbin á völlinn. En ég vil nefna það að Kórdringir, þar eru nokkur kepningar að spila. Eins og Einar Orri og Daniel Gylfa, Magnússon Matthíasson og Alexander Magnússon sem hefur búin að vera í Keflavík. En af mörkum Kórdringja þá er bæði Einar Orri og Alexander Magnússon búin að skora. Þeir hafa verið í Keflavík, þannig að það væri bara fínt að fá það aftur hingað heim bara til að skora mörk. En góð fréttin er það að það er ennþá 0-0 í Burnley og Liverpool. En Helgi Mikael er komin aftur inn á völlinn og Keflavík byrjaði með boltann og sækir nú í átt á Blue höllinni sem körfuboltaliðið er að spila í. Og Þórsarar sækja í átt á Hringbraut. En þá byrjar hann var búinn að flauta en jú, hann flautar hann og Keflvíkingar hefja sókn. En Keflvíkingar voru ef eitthvað var nærri því að skora í leiknum í fyrri hálfleik og nú þá bara að halda því áfram. Og þá koma Keflvíkingar Þórsarar skalla frá og þeir virðast eiga bara að finna Jóhann Þór í loftinu því að hann er á vellinum eitthvað verið saman meitt sig. Vonandi það ekkert alvarlegt. En dómarinn stoppar nú leikinn og athugar hvað kom fyrir en ég held að hann standi nú bara lappur og harkið á sér. Jú. Hann heldur áfram og það er bara gott. En á bekknum þá eiga Keflvíkingar Eldon Barros og Ingimund Aron og Tómas Óskarsson og Jóhann Þór Arnarsson. Og Þórsarar eiga samanskapi Rikki T. Vorde og á bekknum sem getur nú heldur betur skora mörk. Rikki spilaði með Rikki T. eins og Íslendingar hafa kallað hann. Þá kom Þórsarar í sókn. Boltinn er lagður út og hendingin fyrir markið en Keflvíkingar komist bara í hornspyrnu og Rikki T. hann hefur nú spilað með Víkingum en kom á láni fyrir þetta tímabil. Já, hann kom í júlíglugganum á lán til Þórsara og hefur nú reynst þeim vel. Og þá koma Þórsarar með hornspyrnu. Sendingin inn á teiginn og Keflvíkingar skalla frá. Þórsarar, þetta rennur út sandinn hjá Þórsarum og Keflvíkingar sækir hratt. En boltinn er bara strax til Þórsara og þá koma Þórsarar aftur. Og þeir það er nú rifið í hann en hann heldur áfram. Og sendingin inn á teiginn en Keflvíkingar hreinsa frá. Ef ekkert breytist á næstu korteri þá get ég trúa því að Greg og Eysteinn fara að hrista upp í þessu og koma mönnum inn á. Sem er alltaf bara eðlilegt þegar á það er litið. Þórsarar bakvartspyrnu en hún er yfir markið. Hann reyndi hérna bakvartspyrnu og hann Alvaro og nú fór yfir markið því miður fyrir hann og því miður fyrir Þór. En þá koma Þórsarar aftur en Keflvíkingar Rúnar kemur í innkast bara. Hann flott tækling frá honum og
Það ennþá 0-0 í Burnley og Liverpool. Já, byrju. Liverpool voru að skora andskotin. Ég hef verið spafað með Liverpool-mönnunum inn í hérna herbygginu sem ég í. Ég er United maður, svo ég gleðst ekkert mikið yfir þessu. Og þá koma Jæja, en þá af leiknum aftur, þá koma Þórsarar. Með sendinguna fyrir markið og þeir skalla í hornspyrnu Keflvíkingar. Og þeir dæma á Þórsara í teikninu þar sem hann virðist hafa keyrt í Keflvíkinginn. Og aðstoðardómarinn reynir að útskýra fyrir Greg á hvaða Helgi Mikael var að dæma en syndi nú staðinn að fætur aftur þannig að honum var ekki minnt af sem betur fer. Og þá kemur þá Þórsarar aftur sendingu en Keflvíkingar bara fá bolt, þetta fer bara í lappirnar á þeim og þá koma þeir í sókn. Hvað gera það núna? Vondu fréttirnar eru þær að Liverpool er komið í 2-0. Þannig já. Svefnleysi mín undanfarnar nætur halda áfram. Þannig ef ég verð ekki með okkur næsta leik, þá vitið þið af hverju, það er búið að leggja mig inn. Og Keflvíkingar að reyna að ögra hana. Ef Keflvíkingar að gå inn í þennan leik, þá reikna ég með að sofa ágætlega í nótt. Þá kemur innkastið. Rúnar með langt innkast og Alveiro nær boltanum og Sindri vinnur boltan. Alveiro bara hendir sig niður. Fær kaldhæðnis öskur úr stúkunni fyrir þessi tilmæli sín. Og Keflvíkingar með skot og aftur með skot. Hann er inni! Keflavík er komið yfir! Já! Keflavík 1 og Þór 0! Og Greg er alls ekki ánægður með dómar, hann vill meina að eitthvað hafi verið í 1-0 fyrir Keflavík. Ægir Pálsson er að koma Keflavík yfir. Þessu fagnar maður en Helgi Mikael fyrir að ræða aðstoðardómarann. Hann dæmir að markið af. Helgi Mikael er ekki vinsælismaðurinn í Keflavík í dag. Keflvíkingar fagna markinu og það er tilkynnt hérna í hátalarakerfinu. Adam hefur komið Keflavík yfir en það kom Þórsarar og það er bara ekkert dæmt á þetta. Þannig að staðan er ennþá 0-0. Takk kærlega, Helgi.
og Þórsarar koma að en það nú sparkað í mann en og kom Kefling, nei, Þórsarar halda áfram með sókninni en Sindri grípur þetta. Hann dæmir rangstöðu, ég skil ekki þetta. Þeir ætla að sækja vinnu í þjóðleikhúsi ef þeir ætla að vera með þennan leikaraskap þessar dómarar. Það var bara allir tilbúin að taka miðju og ég er ekki alveg að skilja þetta. En mark 2 hjá Liverpool var gert að framherja Burnley, hann setti það víst í eigið mark. Svo já, hann sefur örugglega ekki vel nótt. Helgi Mikael dæmdi markið af en hann dæmdi mark af þegar Adam Meyer kom boltanum í markið og Haraldsson var svo dómarann 3 mínútum seinna eftir að hafa lyft eftir að bara allir voru komin á miðju og bara áfram gagnskilur en og Þórsarar með skotið í þarna fór það bara í tréverkið og mér sýnist Elton Barros, nei hann bara að finna í klefa. En þá koma Keflingar með útspark. Þórsarar að brjóta og það aukaspyrna. Kemur Rúnar og sendingin inn á teiginn á skalli en þetta fer beint í fangja á Aroni sem grípur þetta örugglega og kastar sér langt fram en mér sýnist Dagur Ingi bara ná þessu. Frans nær honum, kemur hann á Þorra en hann þannig að Keflingar halda boltanum, komum hann nær honum og það brotið á honum en Helgi dæmir ekkert á þetta. Og sendingin frá Degi Valls ekki nógu góð. Þórsarar fá innkast í kjölfarið en Anton vinnur boltann. Dagur, hvað ætlar Dagur að gera núna? Adam og Dagur með skotið, það fyrir yfir markið og vel gert svona hjá Keflvíkingum en þá gera Þórsarar sýnist með skiptingu. Og Greg ræðir við sinn mann og lætur vita hvað mér sýnist þetta að vera Ritte Vorte eða Ingai og Gil. Ég ekki alveg með framburunni á hreinu en Ingai og Gil leikmann 88, það spilning hvern hann tekur út af. Mér sýnist þetta eiga að vera sóknarskipting þar sem hann liggur í grasinu og hann dæmir á þetta. Spurningum að senda Helga Mikael bara hann í 4. deildina og hann dæma það bara. Það Jóhann Helgi Hannesson sem kemur út af.
Það er bara sóknarmaður út, sóknarmaður inn. Þá koma Þórsarar. Já, Keflvíkingar ná boltanum með Þórsarar að vinna hann aftur og Keflvíkingar reyna að pressa en Þórsarar eru bara miklu grimmari núna. Og hann sendir hana og skot af Vero og Jóhann með skotið í stöngina. Jesús, þetta var svo hann bara hvernig skoraði hann ekki úr þessu. Tekur frákvæmst frá Sindra, þetta sendir Vero og skýtur í stöngina. Þannig að darraðdansinn í tegnum meðan Keflvíkingar missa hann út af. Þetta er svo klaufalegt, elsku drengirnir mínir. Þá kemur skiptingin. Iglesia kemur inn á Stafri Jón. Út af leikmann nummer 9, Jóhann Helgi Hannesson, kemur leikmann nummer 88, Ignacio Jún. Þegar Jóhann fer bara inn í klefa og hendir hjálmurinn sem í jörðina. Og Iglesia kemur inn á í staðinn. Bara þá kemur Þorri. Eins og ég sagði á í byrjun útsendingarinnar þá er hann lánin frá Káa og rígurinn á milli Þórs og Káa er gífurlegur og ég held að Þorri langi rosalega að skora í þessum leik. Og þá koma Keflvíkingar. En þetta er bara langt aðeins yfir markið og út af. En hann er markspilna frá Aroni Birki sem er bara yfir mark, bara út af og Keflvíkingar er einkast. Og Keflvíkingar koma hérna. Dagur Ingi kemur boltanum Adolf sem ríkur inn á teiginn. Sending fyrir markið en Þórsarar komast fyrir þetta. Fransi vinnur, nei, hann vinnur hann ekki neitt. Og Frans vinnur boltan núna en færir hann bara til Þórsara sem koma strax í sókn. Hvað gera hann núna? Og með skot og Hammer og hann með bjarg á línu. Nú er Þórsarar allt í einu miklu sterkari og skotið er rétt fram í markinu. Í þessu fyrirháleik þá held ég að Þórsarar sé miklu ákveðnari. Keflvíkingar voru ákveðnir í fyrirháleik en núna er Þórsarar miklu ákafari fyrir fram á markið og bara hvernig staðan er, þeir eru ekki komnir yfir, það er mér hulin ráðgáta. Og hvernig held ég við kannski að dæmt markið að Keflvíkingum á hann er mér einnig hulin ráðgáta. Þá koma Þórsarar en þeir fá hornspyrnu. Það er bara spursmál, það er bara tímaspursmál hvenær boltinn endar í markinu. En ég vil meina það sem ég sá áðan, það Keflavík komst yfir með rangstöðumarkinu, eða rangstöðumarkið var tekið af, þá fannst mér að hann ekkert vera neitt rangstæður.
Hornspyrna kemur inn á teiginn og Þórsarar með skot en ég veit ekki hvers þessi ætlaði en Þórsarar ná haldið sig inn á. Davíð pressar og nær boltanum en Þórsarar skalla hann frá inn í aftur en Keflvíkingar ná boltanum og þetta bara, já, beint í fangið að Sindra. Þannig að þá spinning, hvað gerist núna? Þá koma Keflvíkingar. Adam finnur Rúnar held ég. Nei, þetta Rúnar núna. Þá kemur Adam Ægir. Og maður með skot en það fer bara framhjá öllu saman og í markinu líka. Og Aron með útspark. Mér sýnist Keflvíkingar að vera að undirbúa skiptingu. Þá koma Keflvíkingar, Þórsarar. Mér sýnist Jóhann vera að fara að gefa sig kláran að koma inn á. Með Rúnar, hvað ætlar hann að gera? Lyftur hann í teiginn en hann hefur ekki erindi sem erfiði en hann fær hann aftur. Og en þetta innkast sem Keflavík á held ég. Keflavík að koma. Sendingin á teiginn en hún bara framhjá. Fransi held ég að, hann bara að tala veistinn, hann eitthvað hann bara að fá vatn. Farið verður við beina hans og gefa hann vatnssopa. En það Þorri, Káa-maðurinn okkar, sem við erum að lána frá Káa. Hvaða spurning hvað Jóhann gerir. Staðan ennþá 2-0 fyrir Gróttu og Kárdrengjir ennþá að vinna KF og það ennþá 0-0 í Grindavík KA og það hálfleikur í Burnley Liverpool þar staðan 2-0. Og þá kemur Adam Ægir með skot en mér sýnist hann bara að fara að varnarmanni Þór og kom Keflvíkingurinn á teiginn og Jóhann vinnur boltan og Magnús! En skotið, hann grípur þetta léttilega. Staðan getur hæglega verið svona 2-2 í þessum leik. Óheppni Keflvíkinga og stangar hitni Þórsarar gera verkum að staðan ennþá 0-0. Þá koma Þórsarar. En þetta hreinsað frá. Keflvíkingar vinna boltan strax og Frans kemur á Adam. Jóhann
tapa boltanum en Keflvíkingar vinna hann strax aftur. Sindri Þór. Það eru brotið á honum og Helgi hefur engan húmor fyrir þessu og gefur honum gult spjald honum Jónasbjörgunni sem lætur hann heyra í kjölfarið. Helgi lætur að vita á Gregga að hann hefur gefið honum séns og sénsannir er ekki mikið fleiri þannig að hann er búinn að koma honum í söltuböggina. Og Magnús Þór með aukaspyrnuna inn á teig. Og þá koma Keflvíkingar. Segur hann á teiginn og þetta siglir framhjá öllum og út fyrir. Og hérna Sindri nær honum, vinnur hann og Sindri bara góða baráttu. Adolf og þeir vinna boltan á honum og Þórsson gefur sér fyrir þetta og Helgi dæmir á þetta. Það er einhver pirringur í Akureyringunum. Og þeir taka aukaspyrnuna Þórsarar og alveg og rennur bara kemur honum en Frans nær boltanum. Sendingin hans var nú að hann alltaf var komin í jörðina og reyndi sitt besta en þá kom Keflvíkingar. Það hefur ekki vantað færi í þennan leik. En ég vil minna Keflvíkinga á að það er Keflavík leikur vináttuleik á föstudaginn kemur við Nesara sem er íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum. En Jóhann liggur inn á grasinu og Keflvíkingar er ekkert, hann er nú staðinn upp áttur og Keflvíkingar, hvað gera það núna? Hann er skotið og hann er yfir markið. Ansinn, þetta var langt frá markinu og Þórsarar er að drífa sig, þeir vilja nú fá eitthvað. En þá koma Keflvíkingar að vinna bolta strax og Sindri bara kemur og nær honum. Það er nú tæpa 22 mínútur eftir þessum leik og staðan er ennþá 0-0. Hvernig það er skilur enginn sem hefur horft á þennan leik. Eins og ég sagði á hann, staðan geta hæglega verið 2-2. Það er ótrúlega markvörslur Arons í marki Þórs í fyrri hálfleik og markið svo að tekið af að mínu mati ranglega og síðan óheppnis skot í stangir og dauðafærisklúður hjá Þórsurum. Þannig að það er allt opið. Ákomi Keflvíkingar í færi en Frans vinnur boltan en Þórsarar vinna strax og koma þá í hraðasókn. Hvað kemur út úr þessu? Og hann er skallanum en hún er bara framhjá. Og þá situr Rick ten Vordein á.
Hann nú ágætlega góður framherji að því sem ég séð. Mér sýnist þeir alltaf taka hann en að Ármann Pétur Ævarsson út af. Og þá koma Keflvíkingar. Adolf lætur bolta fara og þá koma Keflvíkingar með skotið rétt fram hjá markinu. Og þá gera Þórsarar skiptinguna sína. Ég held að þessi Ármann Pétur Ævarsson sem kemur út af og Rikki Tim Vorte kemur inn á. Sólstjörnuna aðra breytingu út af leikmann nr. 6, Ármann Pétur Ævarsson, og leikmann nr. 27, Rikki Vorte. Keflvíkingar en Þórsarar hafa bolta núna. Þá koma Rikki Tim Vorte, hvað er hann að gera núna? Og Frans vinnur á hann boltan og Jóhann kemur en það er dæmt á Jóhann. Mér finnst nú ekki það að vera neitt mikið svona álfur marktækifæri í þessu nema stangarskotin og dauðafærisklúðurinn hjá Þórsurum í seinni hálfleik. Annars hefði þetta var að vera nokkuð á báða bóga. Þá koma Keflvíkingar. Adam Ægir. Sendinguna Adolf. Adolf stendur þetta á sér. Og Adam Ægir. Hann geta gert betur en þá koma Þórsarar. Og Rikki Tim Vorte fær sendinguna en Keflvíkingarnir komast fyrir sendinguna og ná að skýra boltar að fá Rikk og þá koma Keflvíkingar aftur. Við verðum að vera fínt að fá mark í þennan leik til að gera síðustu mínúturnar áhugaverðar. Og gefur sendingin á teiginn. Adolf snýr í teignum. Hvað gerir Adolf? Aftur á sendingskotið en það er yfir framhjá. Þannig að þeir verða að gera betur. Því að þessi leikur hefur boðið upp á allt nema mörk. Þá sýnir sem í Keflvíkingar vera leiðin að gera aðra breytingu. Og Þórsararnir eru farin að styðja hvetja sína menn áfram. Mér sýnir þetta að vera Ingimundur Aron. Og ætla hann getur boðið okkur upp á. Sindri kemur með innkastið, Dagur Ingi. Anton Freyr hérna kemur boltanum aftur fram á við og Adolf eltir þetta en þetta eru bara aðsfart frá Antoni og mér sýnist hann Adam Ægir Pálsson vera að koma út af og Ingimundur á að koma inn á hensa. Þá eru báðir þjálfararnir búnir með tvær skiptingar og eiga þá ásöp í erminni ef að þess gerist þörf. Ingimundur kemur inn á og Adam Ægir út af og hún er að gefa hann ráð. Hvað hann getur gert.
Þá koma Keflvíkingar, Sindri. Hvað ætlar Sindri nú að gera? Hann kemur inn á teiginn og nær þessu. Skoti! Hann rennur og þeir hreinsi í hornspyrnu og gera Keflvíkingar skiptinguna þá. Nei, mér sýnist hornspyrna verða það síðasta sem... Nei, þeir gera skiptinguna núna. Adam Eir kemur út af og Ingimundur Aron kemur inn í staðinn. Út af leikmann nummer 11, Adam Eir Pálsson, einnig með leikmann nummer 28. Adam Eir lappar bara út af frá markinu og Ingimundur kemur inn á. Þá getur hornspyrna komið. Það var ekkert verra en að fá að sjá mark núna. Hornspyrna kemur inn á teiginn og skallinn yfir markið. Keflvíkingar koma. Og Keflvíkingar með Þórsara að koma upp kantinn. Sendinguna fyrir markið og þeir ná ekki í boltanum og Keflvíkingar komast á ferð. Ingimundur Aron, nei, þetta er Rúnar og það er brotið á honum. Það er ekki dæmt á þetta. Og koma Þórsarar í færi og þeir bjarga og það er í stöngina. Það er einhver stangaróhefni. Það er algjör óhefni að Þórsarar sé ekki búin að skora 2-3 mörk og hann er pirringsbrot og guldspjald. Það veit ég bara sér skömmina. Þórsarar eru búin að eiga 3 stangaskot í þessum leik. Maður leiksins í Keflavík með þessi leik er stöngin. Hrikaleg óhefni. Og koma Þórsarar, nei Keflvíkingar. Þórsarar vinna boltan. Og Keflvíkingar ætla sig einum og Ingimundur sendingun út teig. Hann tekur á mótunum og Keflvíkingar, rétt framhjá markinu! Oh my god! Af hverju er staðan ekki bara 3-3 í þessum leik? Ótrúlegur leikur, engin mörk! Helgi Mikael er búinn að koma í veg fyrir mark. Stöngin búinn að koma í veg fyrir mark. Varnarmenn búinn að koma í veg fyrir mark. Og Keflvík Sindri vinnur næst í boltan en Magnús fær boltan í sig og út af og Þórsar að fá innkast. Það eru allir að flýta sér að vinna þennan leik en Anton er ekki að fara að leyfa Keflvíkingum Þórsarum að skora og hann er nú ítt í baki og þetta er ekki neitt segir Helgi. Hann er leikinn fljóta, hann hefur reyndar látið leikinn fljóta vel en það koma Þórsarar og þeir fá ekki neitt. Helgi Mikael er ekki í neinu gjafastöðu. Ef Helgi Mikael verið snappari þá var hann alltaf að gefa eitthvað. Aukaspyrnur, vítaspyrnur, markspyrnur. Hann er ekki í neinu gjafastöðu í þessum leik. Og þá koma Þórsarar. Og þeir komin í teig og sendingin er á... Keflvíkingar komið svo frá. Það er 8 mínútur eftir leik og ennþá nægur tími fyrir mark eða mörk. Og hún er líka 0-0 í Grindavík og KA og ennþá 2-0 fyrir Liverpool gegn Burnley. Seinni hálfleikurinn er
já, 37 ára gamall. Það er 37 mínútur eftir þannig, þannig að það er nú eftir að gerast í dag áður en neð sending frá Þórsurum og hún er nú bara út af. Stig fyrir Keflavík og Þór, ég held að það væri nú ekkert alltaf gott en þá sýnist mér Keflvíkingar að gera aðra breytingu. Þetta sýnir að þriðju breytingu. Nei, Þórsarar er með breytingu og Keflvíkingar líka með breytingu. Og það er Jakob Snær Árnason sem var kominn inn á fyrir Þór og Tómas Óskarsson fyrir Keflavík. En ekki alveg kláraði hvað það er út af. Jú, það er nummer 8 hjá Þór og það er Jónas Birgur Sigurbergsson. Og Dagur Ingi Valsson kemur út af fyrir Keflavík. En það er bara hlaup úr sér lungun þannig að þú hleypir ekki mikið meira þegar þú hlaupa þau úr þér. Vonandi Tómas það sem þarf til að klára þennan leik. Og Þórsar að koma. Keflvíkingar vinna boltann. Frans er búinn að vera eins og jarðýta á miðjunni. Það hefur ekkert farið fram hjá honum. Og hann með skot! Þetta fór í marksúluna fyrir aftan markið og já, ég held að þetta bolti hefði verið inn en hann fór í stöngina fyrir aftan markið og fyrir aftan netið. Og þá kom Keflvíkingar með hornspyrnu. Kvik og hornspyrnan er góð en hún Þórsar að skalla frá. Og hann með sendingun aftan á teiginn og Anton Frans skorar! Nei! Aftur tekur hann af þeim. Ég held að það sé að dæma vítaspyrnu. Hann skoraði en ég held að það sé að dæma vítaspyrnu. Ég út af mía. Helgi elskar Svinselsins. Gerðist leikaritinningur eða elskar Svinselsins mikið. Keflavík var víti. Adolf tekur vítaspyrnuna. Þú getur ekki tekið okkur mark á þetta fyrir markið, Helgi. Hvað gerist núna? Adolf getur skorað og komið Keflavík yfir. Enginn annar en Aron getur komið við fyrir það eða marksúlunar. Þær hafa verið aðalhlutingar í þessum leik. Adolf getur komið Keflavík yfir og hvað gerir Adolf? Og hann er að skora fyrir Keflavík! Keflavík komið yfir og loksins telur það! Loksins telur mark! Keflavík 1, Þór 0! Loksins komið mark í þennan leik! Og það þurfti vítaspyrnu til eftir að hann hefur tekið 2 mörk af Keflavík fyrir þetta mark. Þannig að það getur verið svona 3, 4 eða eitthvað. En hún er reykt upp fyrir Keflavík og það er aðalatriðið henni. Og Keflvíkingar vinna boltanlega alls fara strax og hvað gerist núna? Og þá koma Keflvíkingar bara að vinna boltan strax á Þórsurum. Nú þurfa Þórsarar mark, ekki stangaskot. Það var komið 220 í hennan á völlinn í dag. Hann er maður leiksins og er væntanlega að fara eitthvað út að borða eitthvað svona fínt. En staðan er núna ennþá 0-0 í Grindavík. Enda ekkert að gerast þar. Jújú, það búið misnætt eina vítaspyrnu en það svo sem kemur ekki þessu máli við. Það sem öllum er drullu saman Grindavík. Og Káa, ef að Þórsarar sem verið hana. Þannig að liðin sem er að spila í Pepsi-deildinni frá Akureyri og Grindavík, það er lið sem öllum er drullu saman. Ef þið verið Þórsarar þá hatið þið Káa og Grindavík, þá hatið Keflavík þá, þannig að já. Hún er 0-0 þar eins og á að vera 0-0 í þessum leikjum. Enda þekka þjálfararnir Króka kemur þar. En þá koma Þórsarar með innkast. Þeir mega vera í innkastum sem eftir á þessum leik mínum vegna.
En ég segi, ef ég mætti velja maður leiksins þá heitir maður leiksins markslag Keflavíkur í þessum leik. Enda hafa Þórsarar verið duglegir að þruma hana að vallarstjóri Keflavíkur þarf að lappa upp á beyglaðar stangir. En þá koma Þórsarar. Þeir þurfa að jafna. Ekki skotistöng. En þá kom Keflvíkingar og það er Ég biðið afsökunar. Og Ingimundur Jóhann og skotið 2-0! Það er Keflavík 2-0 og þeir eru að klára þetta leik! Keflavík er að klára þetta dæmi hérna! 2-0! Gæti verið 4-0! 2-0! Geggjað slútt og Helgi tekur þetta ekki af! Takk Helgi! Menn eru bara sáttir hérna. Davíð Snær, ég elska þig. Pabbi var alltaf góður í móti Þór og þú ert það líka. Enda fellur eplið sjaldan langt frá eikinni þegar það dettur. Keflavík 2, Þór 0. Keflvíkingar virðast vera að senda Þórsarar að stíga þessa heim. En þeir geta tekið stangina með sér ef þeir vilja. Þannig að þeir fá eitthvað með sér heim. Og þá kom Þórsarar. Freista þess að reyna að finna netmörkuna, þeir hafa ekkert fundið. En spámaður fyrir innkassodeildina, þessa fyrir innkassodeildina spáði 2-0 eða 3-0 sigri Þórsara. En hann getur alltaf að kvitta fyrir það að það er vitleysa á honum. Svo er flottur leikur á Stjörnuvelli í kvöld, það er Stjarnan FH. Svo ég hveti ykkur fyrir að horfa á sjónvarpið í kvöld. Og Napoli Juventus líka. Það er nóg að fótbolta framundan. Við hættum aldrei, eða ekki sjónvarpsstöðin á Íslandi. Og það var uppáhaldstími eftir og þá getur Helgi Mikael að fara í sturtu sáttur með sitt. Alltaf er ég sáttur. Það er bara ég. Það kemur hornspyrna frá Þórsurum og Þórsarar, hitta ekki á og þeir fá innkast, þeir fá innkast. Þetta er þriðji heimasigur Keflavíkur í röð og lífið er gott fyrir mig. Fransi byrjaði þessa veislu fyrir Vestmannaeyjahelgi og sendi mig glaðan upp í mitt sem ég fór í byrjun ágústmánaðar. Þannig að ágústmánuður er Keflavík 3 og gestirnir er okkar 0. Svo ég er temmilega sáttur og ætti að fara fram á Stöðuhækkun en eina af vinur minn, ég ger þetta allt fyrir hann. Og ég minni á að þið getið fara á keflavíktv.is og fá þá fréttir ef þið kjósið, eða keftv.is. Skulum hafa skal vera rétt og hvað gerir Rúnar? Hann sendir boltann tilbaka, Keflvíkingar eru Adolf rennur en það skiptir ekki máli. Koma Þórsarar, þurfum að fá marki. Adolf og Davíð Snær að klára þennan leik á síðustu mínútunum. Við förum ekki marklaus heim eftir allt saman og hennar kemur skot en það er bara hátt yfir markið og ég er með stór frétti fyrir ykkur. Elvar Árni Aðalsteinsson var að koma að káa yfir í Grindavík og Grindavík er svona 99% öruggir það að vera innkassa og Keflavík sigrar Þór 2-0. Ég byrst ásökunar, Þórsarar ekki lemja mig. Ég heiti Konráð Ólafur Reynsson og ég þakka kærlega fyrir mig. Adiós amigos! Ég er farin að
Við höfum þessi náttúrulega í bíóvargum. Það djóst ekki. Sjá. Ég skil.